Við erum með yfirskriftina núna eftir hádegishlið hvert viljum við stefna, þýðir minni losun, minni lífsgæði. Orkuskipti af hverju og það er Jón Björn Skúlason, framkvæmdastjóri Íslenskrar nýorku sem ætlar að halda næsta erindi fyrir okkur. En hlutverk Íslenskrar nýorku er að stuðla að orkuskiptum í samgöngum og sinnir líka rannsóknum og ráðgjöf á því sviði. Allmerkilegt. Það er Jón Björn Skúlason, gjörðu svo vel. Takk fyrir, góðan daginn. Ég ætla að vera með sama söngin hérna á Sigurður, kannski ekki alveg af skemmtilegur, en Sigurður sagði við mig í hádeginu að ef ég bara synga nóg á svipaðan hátt og hann, þá hlýtur það að verða skemmtilegt eins og lögin sem krakkarnir hlusta á aftur og aftur og aftur. En þetta var titill sem ég var gefinn, orkuskipti af hverju. Þetta er eiginlega auðsvöru spurning. Það held ég búið að koma hérna fram mörgum. Það er náttúrulega engin innflutningur á jarðefnaeldsneyti, kannski verið minnst á orkuöryggi og gjaldeyrisparnað. Það er allir búin að gleyma því að það voru fréttir eftir bankahrunið að Ísland ætti 38 daga olíu og olíuskipi frá Noregi hefur verið stoppað því við ættum ekki fyrir olíunni. Þannig að það skiptir náttúrulega miklu máli að þetta orkuöryggi. Nú að nýta innlend orkugjafa og svo eru náttúrulega sjálfsögðu þessi gróðurhúsaáhrif. Ég held að menn gleymi stundu líka hagræðingun í orkukerfinu. Það er hægt að geyma og stýra notkun raforku vel með rafgeymum og sérstaklega þá vetni. Og það hefur kannski gleymst líka umræðinni metanól. Metanól er náttúrulega framleitt í Svartsengi með vetnisframleiðslu og síðan tökum við CO2 frá jarðhitavirkjuninni og það var þetta að auka þessa framleiðslu verulega og stýrinni á þann hátt að vetni væri framleitt þegar ódýr raforka væri í kerfinu eða umframorka. Nú bætt auðlindanotkun, Sigurður sýndi nú hérna skemmtilega mynd af því hvernig við sprengjum í loft upp olíu og ég held að menn gleymi því oft að þegar við sprengjum í loft olíu í bíla þá erum við að nota eitthvað kringum 20% pluss af orkunni í raunverulega að hreyfa tækið. Annað er hiti og mengun og vistvæn tækni, rafbílarnir eru með einhvers staðar í kringum 80% pluss, jafnvel upp í 90% og vetni er yfir 60%, þannig að við erum með margfalda orkunýtni. Og svo er það þægindaauki fyrir neytendur. Ég held að þeir sem að keyra rafbíl í dag, þeir fara held ég aldrei aftur í þetta gamla dót sem að er hávaðasamt og mikil mengun af. Ég held að menn ættu líka að huga því að sigla á rafmagnsskipi. Ég veit ekki hvað mörg ykkar hafa farið í hvalaskoðun hjá norðursiglingu á rafmagnsbát. En það er heilmikið upplifelse að það er ekkert hljóð, það er engin dísellykt og þeir hafa með þess að tekið eftir því að sjóveiki hefur minnkað á skipunum en þess að sjóveiki kemur að hluta til úr þessari díselstipu frá skipunum. Þannig að það er gríðarleg þægindi að sigla á skipi þar sem er engin hávaði og engin mengun og miklu skemmtilega að keyra sjálfsögðu bílana. Nú Parísarsamkomulagið, ég var ekki alveg með þessa losunarforsendur á hreinu en sá að það var 40% sem við ætlum að minnka og það er heilmikið búið að fjalla þessa aukningu á mengunni. Ég ætla ekki að fara út í það en það verður gjaldtaka og það voru einhverjir sem spurði hérna í salnum hversu háar upphæðir þetta væru. Það er ekki hægt að hafa einhverja eina tölu á þessu en því hefur verið hent fram í fjölmiðlum af aðilum sem hafa verið að reikna fram og tilbaka að með mótvægisaðgerðum verði þetta 170 milljarðar til 2030 sem við þurfum að greiða fyrir losunarheimildir. Skiptir kannski engu máli hvort að þessi tala er rétt eða röng. Ég hef heyrt tölur upp í 250 milljarða og tölur niður í 50 milljarða. Ef við tökum bara lægstu töluna sem verður 50 milljarðar þá er þetta að gera ansi mikið fyrir 50 milljarða í að hraða orkuskiptum og klára að ná því markmiði sem Sigurður setti hérna fram áðan. Nú stefnumótun stjórnvalda, ég held að þær ívilnanir sem í gangi fyrir vistvæna bíla séu alveg frábærar og búin að vera frábærar og virka fullkomlega. Vandamálið er að þær gilda alltaf bara þangað til á þriðjudaginn. Og það hefur alltaf komið fram í stefnuyfirlýsingu síðustu ríkisstjórna að það eigi að vera stuðla að þessu og auka og halda áfram í ívilnanir. Þetta var gert 2013, þetta var gert í fyrra, þetta verður kannski gert núna í ár. Ég á nú afmæli næstu helgi og ég er alveg hægt að snúast mig, þetta er alltaf kosningapartí. En
Þannig að í dag eru skattar á bíla, þeir gilda til 31.12.2017. Fjármálaráðherra var búinn að lýsa því yfir, þetta er 3 ára plan. Það verður ekki klárað væntanlega á þessu þingi. Það þýðir að það þarf að fara í einhvern bandorm aftur og framlengja þetta 1 ár eða eitthvað slíkt. Og það er mjög óþægilegt og hefur gert það að verkum að það er erfitt að vinna í þessum geira. Til dæmis í dag er biðlisti fyrir rafbíla á Íslandi og menn að kaupa rafbíl í dag sem verða afhentir ég held að ég heyrði daginn að menn hefði keypt bíla sem verður ekki afhentir fyrir í apríl á næsta ári og menn vita það ekkert hvað hann kostar fyrir en að það er búið að ákveða hvort það eigi að framlengja þessi ívilnanir eða ekki. En það er alveg ljóst að sala rafbíla myndi hrynja ef að ívilnanir féllu úr gildi og raunverulega eru þær mjög góðar fyrir allt það eldsneyti sem í gildi, bæði metan og bíla sem losa enga mengun. Þannig að ég líka sammála Sigurði að sjálfsögðu þarf að endurnýja innflutningsgjaldadæmið. Nú, ég er kannski búinn að fara yfir megnið af þessum punktum sem voru í þingsályktunartillögunum var samþykkt á haustþingi 2016. Það sem skipti þar miklu máli var að það var aukið fé til uppbyggingu innviða, sérstaklega fyrir rafinnviði og það var gríðarlegur áhugi á þessum peningum. Þetta eru 201 milljón sem voru til 3 ára og það var sótt 800 milljónir og öllu fénu var úthlutað í fyrstu úthlutun. Og það er verið að byggja á annað 100 staura, bæði hraðhleðslu og semirhraðhleðslu, þannig að þeim fjölgar mjög hratt og eru orðnar talsvert sýnilegar. Það þarf að gefa verulega í ef við ætlum að byggja innviði fyrir öll þessi tæki sem að koma og ef við ætlum að búa til grunn fyrir vistvæna tækni. Og ég held að ríkið hafi ekki oft fengið jafn mikið af mótframlögum eins og við það að úthluta þessum 200 milljónum. Fjárfestingar í innviðum á Íslandi verða vel á 2 milljarð á árabilinu 2017 og 2018 og þá erum við að tala bæði í rafinnviðum og vetnisinnviðum. Það verða byggðar stöðvar á næsta ári. Þannig að það er búið að margfalda það fé sem ríkið lagði fram. Og þetta þarf eiginlega að gera að minnstakosti nokkrum sinnum aftur að leggja fram fé til uppbyggingu innviða vegna þess að einkageirinn er alveg tilbúinn að taka þátt í að koma á móti. Nú, Sigurður kannski fór yfir þessa fjölgun rafbíla, var mikil vonbrigði fyrra hvað seldust fáir rafbílar, 320, þeir verða nú væntanlega 1000 í ár og þannig að það er umverulega þarf og lítið að gera varðandi sölu á rafbílum. Ég er ekki lengur eini maðurinn í fermingarveislunni sem að tuðum að vera á rafbíl. Nú allir að segja mér hvað rafbílar eru frábærir og ég er umverulega orðinn í minnihluta. Þannig að þetta gengur allt saman mjög vel og ég held að sú spá að rafbílar geti orðið stærsti hluti af nýseldu bílum árið 2030 er mjög raunhæfur. Nú dæmigerður notandi, ég nota mig sem bara gott dæmi. Það vilja allir nota rafbílinn á heimilinu, það vill enginn keyra lengur og það er nú oft búið að tala um Toyota Land Cruiser. Ég á Toyota Land Cruiser sem er 17 ára. Það er kannski þess vegna sem menn kaupa það því þeir endast alveg að eilífu. En það vill enginn nota hann lengur, þannig að dæmigert heimili og minn bíl er ekki með 120 km dragi, en hann er samt keyrður 16.000 km á ári, bensínbílinn eða dísilbílinn er keyrður 6.000 km á ári og lykillinn var vinnustaðarafmagn. Og ég hef margoft nefnt það við embættismenn og ráðherra að byggja rafinnviði á spítulum og skólum og opinberum stofnunum. Og allir spyrja mig, heldur þú að allir sem ætla að heimsækja sjúklinga eða allir krakkarnir séu komnir á rafbíla? En þetta er algjör misskilningur, þetta er náttúrulega fyrir starfsfólkið. Það er lykillinn af notkun bílsins er að hafa aðgang að rafmagni og þetta á náttúrulega að byggja fyrir utan ráðuneyti, ekki fyrir mig því ég kem í ráðuneytið, heldur fyrir starfsmennina. Nú almenningssamgöngur, það er talsvert að gerast í almenningssamgöngur. Strætó er búið að kaupa 9 rafmagnsvagna og það er búið að bjóða Strætó í Evrópusambandsverkefni með innleiðingu á vetnisvögnum sem að gætu henta vel fyrir íslenska aðstæður. Þetta eru raunverulega tengiltvinn vetnisvagnar og markmið Strætó er allir vagnar verið vistvænir 2040 og ég held að það sé mjög auðvelt að flýta þessu markmið og það er mikill vilji hjá Strætó og Strætó endurnýja sirka 10 vagna á ári og það eru 100 vagnar í umferð þannig að á 10 ára tímabili verður auðvelt að skipta út öllum vagnunum. Það er hins vegar alveg ótrúlegt að það er engar ívilnanir fyrir vistvæna strætisvagna eða nánast engar og Strætó borgar virðisaukaskatt þannig að því dýrari tæki sem það kaupir því hærri virðisaukaskattur og því erfiðara fyrir innleiðinguna. Þannig að ég hef skorað á stjórnmálamenn og embættismenn að fjarlægja virðisaukaskatt af núllútslippi strætisvögnum og rútum og tel að það væri hægt að klára innleiðingu í almenningssamgöngum að fullu á mjög skömmum tíma bara með þessari einföldu aðgerð. Nú orkuskipti skipa hefur ekki verið mikið til umræðu kannski á undanförnu en það eru 2 rafknúin skip á Íslandi
og það eru engar ívilnanir fyrir innleiðingu vistvæns eldsneytis á sjó. Raunverulega það öfugt að því að skipaolía ber nánast engin gjöld og olía kostar nánast ekki neitt fyrir útgerðir. Það eru gríðarleg tækifæri að fara í að nota innlend eldsneyti og náttúrulega raforku tenging í höfnum. Þetta er aldrei fyndið að fyrst að Sigurður nota orðið silakeppur þá er það ágætt að menn segja alltaf við mig við getum ekki tengt stóru skemmtiferðaskipin við rafmagn og það þarf að byggja og það verður svo dýrt. Ég er á því að við byrjum bara á smáum bátunum eða togurunum og byggjum rafinnviði á allar hafnir og það þarf bara að klára það verkefni og banna notkun ljósavéla þar sem hægt er að tengja skipin. Það hefur líka gengið mjög erfiðlega að fá fé til verkefna á Íslandi eða almennt. Það er margoft búið að reyna að sækja fé í innlenda sjóði, þeim hefur öllum verið hafnað. Hvort sem umsóknirnar eru svona dabrar eða menn hafa ekki allan þeir sem er að meta umsóknir hafa ekki séð neitt í þessu. En tækifærin í mínum huga núna til að byrja með eru í minnibátunum í rafvæðingu. En metanól er síðan frábært eldsneyti út á sjó. Það er verið að sigla stórum skipum erlendis á metanóli. Það er 100% vistvænt. Þannig að það væri hægt að taka mjög stór skref með notkun á metanóli og vetni síðan í framtíðinni. Nú, það er lífdísil brenta hjá Samherja í samstarfi við Orku á Akureyri, eru mjög framsæknir á Akureyri. Þannig að það er verulega mikið hægt að gera þar. Það hefur orðið mikil hugarfarsbreyting hjá þeim sem er að gera út skip. Fyrir 15 árum þegar ég byrjaði að tala við útgerðaraðila þá var maður eiginlega bara svona hvort maður væri algalinn. En það er orðinn talsverður áhugi hjá útgerðaraðilum að verða grænni. En það þurfa að koma fram hvatar og ég hef svona velt fyrir mér hvernig væri hægt að hafa hvata og ef ég fer fram og segi við skulum hækka gjöld á sjávarútveginn þá verða þeir brjálaðir og það gengur ekki. En í mínum huga væri hægt að hafa tekjuskattsafslátt fyrir þá sem fari í vistvænt eldsneyti því að í upphafi verður það eldsneyti dýrara heldur en jarðefnaeldsneyti því að það ber eiginlega enga skatta. Það væri hægt að setja vasklaust eldsneyti til skipa ef það er vistvænt. Það þarf að byggja upp innviði til þess að útgerðaraðilar hafi áhuga að skipta yfir í annað eldsneyti. Grænn kvóti gæti verið til úthlutunar fyrir þá sem að sigla á vistvænum skipum. Fé til rannsóknar og þróunarverkefna eru alveg nauðsynlegt og ég held að það geti verið mikil uppbygging og tækifæri í tæknifyrirtækjum að þróa tækni sem nýtir vistvæna orku. Nú síðan þarf að klára innleiðingu á reglugerðum mengun í og við sjó. Og þetta eru svona mjög að mínum að þetta einfaldar aðgerðir sem kosta ekki mjög mikið en gætu gert það að verkum að myndir hraða orkuskiptum og ég held að menn gleymi því ofta þeir togarar sem hafa verið keyptir til landsins á síðustu 2-3 árum þeir verða ennþá í siglingu þegar börn sem fæðast í dag verða 60. Þannig að það er svolítið mikilvægt að hugsa það en 2060 verða þeir togarar sem eru nýkeyptir til landsins ennþá í gildi. Og þannig að ég held að það þurfum við að hefja aðgerðir núna ef við ætlum í svona verkefni. Nú við höfum lyft grettistæki, ég held að menn átti sig ekki á því að 2010 vorum við ekki með neitt vistvænt eldsneyti í bílum og við erum á réttri leið, þetta er að þróast hægt og rólega. Við erum í dag komið með sirka 7% endurnýjanlega eldsneyti, 2010 töluðum við að ná 10% og ég held að við náum því auðveldlega og það er ekkert mál að ná þeim markmiðum sem þarf að ná fyrir 2030 ef það er vilji og við höldum áfram með þær ívilnanir sem nú þegar eru í gildi. Nú, fjölorkustöðvar eru framtíðin, það er alveg ljóst að það verður mismunandi eldsneyti, menn tala rafvæðingu bíla, ég hef ekki alveg fulla trú ennþá á að stóri flutningabílar, að stór skip, strætisvagnar og aðrir munu allir keyra á rafgeymum. Ég sé ekki frystitogarinn að fara 40 daga út á sjó, eingöngu á rafgeymum. Þannig að það er mikilvægt að hafa huga að uppbyggingu annar innviða eins og vetni, metanóli, rafvæðingu og svo framvegis og metan hefur að sjálfsögðu komið inn og Sigurður kom inn á það líka hérna áðan. Bílaflotinn sem er að koma á markað á næstu 5-6 árum er afar fjölbreyttur og eykur aðgengi að vistvænum bílum. Það sem tefur eina sem tefur innleiðinguna er að sala rafbíla, við horfum alltaf hér og tökum Noreg sem dæmi, sala rafbíla í Þýskalandi, Bandaríkjunum og víðar er mjög döpur á rafbílum og það er vegna þess að það er meiri mengun að keyra Nissan Leaf á þýsku rafmagni heldur en að keyra Toyota Yaris hybrid. Og það er bara út af því að orkukerfið í Þýskalandi er 89 grömm á kílómetr að keyra á Nissan Leaf í þýsku raforkukerfi. Þannig að það þarf að huga svolítið að því til þess að
að markaðirnir taki við sér, að þá verður að koma inn vistvænt eldsneyti á öðrum mörkuðum heldur en á Íslandi og þá eykst framleiðslan á bílunum og þá getum við hætt að vera með ívilnanir vegna þess að bílverðið mun falla mjög hratt. Ég held líka að menn gleymi stundum að verð á eldsneyti verður mjög svipað, sama hvað eldsneyti við notum. Ef þú kaupir orkuna af þriðja aðila, þá verður rafmagn dýrt í hraðhleðslustöðvum ef þú ætlar að borga fyrir alla innviðsuppbygginguna. Vetni verður á svipuðu verði og bensín verður á svipuðu verði nema við hækkum það. Eini munurinn að á rafbílnum getur þú tekið rafmagn heima hjá þér og það kostar nánast ekki neitt. Og ef þú ert í vinnunni þá kostar það nánast ekki neitt heldur. Þannig að vistvæni bílar að verða sanngirnishæfri verði og ég vona að þegar við hittust hérna einhvern tímann á næsta ári að þá verða allir sem koma á vistvænan hátt hingað á staðinn. Og ég held að við þurfum að hefja orkuskipti í skipum núna. Það eru fjölmörg tækifæri til að taka og fara í aðgerðir sem að flýta fyrir því að nota vistvænt eldsneyti á sjó. Þannig að það ekki eftir neina að bíða. Takk fyrir. Já, þarna var teiknuð upp stór og hvað maður að segja, viðamikil mynd af þessu efni. En það er spurning, Jón Björn, hvort þú viljið taka kannski eina spurning úr sal ef það er eitthvað sem að brennur á einhverjum. Og maður þannig að vera með sólgleru hérna. Þannig að, já. En þú leggur áherslu á þessar ívilnanir, svona kannski aðalega. Þannig að þú ert að tala náttúrulega það sko, breytingin þurfa að koma að ofan. Ef svo má segja, bara í stuttu máli. Verðið á bílunum ennþá það hátt að ef engar ívilnanir eru þá gengur mjög illa að fá kunnan og ef þú tækir ívilnanir af rafbíl í burtu þá myndi hann kosta cirka 1,5 milljón meira heldur en hann kostar í dag, eða minnst kosti milljón meira og salan á þeim myndi nánast hverfa út af markanum tel ég allar meðan staðan þessi. Í dag hafa bílarnir lækkað voða lítið vegna þess að rafgeymarnir eru alltaf að stækka, þá kemstu lengra. Þannig að ég hugsa að menn hætti að bæta við rafgeymi fljótlega. Við höfum ekkert við svona mikið af rafgeymum í bílana að gera því að þeir þurfa ekki að keyra nema 150 km til að þjóna okkur nánast í allt og þá fer verðið að lækka og þá getum við tekið ívilnanir í burtu. Já. En þetta náttúrulega snýst kannski líka bara þekkingu á þessum ólíku orkugjöfum. Eins og þú veist að nefna, það er vetnið líka. Ég held að þekkingi sé alveg til staðar og þetta verður einhver fjölbreytt. Þetta fjölbreytt í dag og ég held að fjölbreytnin mun ekkert minnka og það verður bara mismunandi eftir hvað neytendur vilja. Það tekur kostur við vetni að það tekur 3 mínútur að fylla bíl sem keyrir 1000 km en ég þarf ekkert ofta að keyra 1000 km þannig ég get keyrt rafbílinn í 90% af tilfellunum og svo þetta að nota aðra tækni þegar við viljum gera eitthvað annað. Já, þetta þarf að henda manni takk fyrir þetta og við skulum bara vinda okkur áfram í dagskrána.